Ég hef verið að velta svolítið fyrir mér undanfarið masking. Því sem við höfum hingað til kannski talað sem einhverfu grímu. Og ég hef aðeins verið að efast að gríma sé rétt orð. Ég held eiginlega að við ættum að horfa meira á grímurnar eins og í leikhúsinu, gleði og sorg. Og hugsa þetta sem hlutverk. Að við förum í hlutverk. Það er náttúrulega það sem er gert í leikhúsinu. Margir kalla þetta bara masking upp á enskuna. Og fyrst eftir greininguna mína fyrir örugglega verða 7 árum og þá var ég svolítið upptekin af því að maður þyrfti að afmaska, unmask. Og eins og það væri bara svona verkefni sem myndi rykka af einhvern veginn og væri mjög nauðsynlegt og það er mjög nauðsynlegt til þess að lifa betra lífi vegna þess að svona hlutverkaleikur, hann tekur gríðarlega orku. Þetta er svolítið svona munurinn á því að vera kannski leikari og leika sýningu nokkuð kvöld í viku sem er alveg heljarinnar áreynsla eða að vera í svona vitnaverndarprógrami þar sem þú þarft bara að lifa í hlutverki allan sólarhringinn þar sem eftir er ævinar og þú fær svolítið úthlutað nýjum áhugamálum, nýju nafni, nýri sjálfsmynd og þarft að uppfylla það til þess að það komist ekki upp um þig og þú missir öryggið. Ég er svolítið að snúa frá því að við möskum og þurfum að unmaska einhvern veginn inn í okkur eða á svona yfirborðinu vegna þess að ég held að þetta sé eins og eiginlega allt annað í einhverfu að það er umhverfið sem skiptir mestu máli. Umhverfið setur okkur í þennan gír að þurfa að vera í hlutverki. Og þetta hefur svona runnið upp fyrir mér í gegnum þessi ár og ég var einhvern veginn allt í einu að fá uppljómun það að það sem hefur gerst til að hjálpa mér að ekki maska, það eru bara miklar breytingar á umhverfi. Og þær geta verið svona tæknilegar eins og að vera ekki mikið að fara inn í umhverfi þar sem maður þarf að setja upp andlit og svona umbera óþægilegt áreiti. Því svona allra fyrsti masking kaflinn, hann er í raun sá að maður umber óþægilegt áreiti. Ég harka af mér eitthvað sem er óþægilegt að því mér er sagt að það sé ekki boði að vera að fetta fingur út í það. Hvort sem það er heitur grautur eða stingur lopapeysa eða hávað í útvarpi eða hvað sem það er, að þá fáum við oft sem lítil börn að heyra það að þetta er ekki eins og þér finnst að vera og hætt að tala um það. Þannig að við þurfum svolítið að bara leika nýju fötum keisarans. Hann er í fötum og þetta er allt í þessu fína lagi. Og ekki vera að tala um það ef þú sérð að hann er allsber. Þannig að tæknilegi þátturinn að kannski fara ekki í kringluna eða versla á netinu eða gera hluti sem að maður getur svona fækkað álagsstundum að þá er líka félagslegi þátturinn, nær félagslegi þátturinn svolítið að skipta umhverfi hreinlega í umgengni. Að fara ekki inn í félagslegar aðstæður þar sem að þessi krafist að maður maski og skapa sér félagslegar aðstæður þar sem að maður fær frelsi til að vera maður sjálfur. Og það er kannski skrítið að þetta sé ykkur uppgötvun núna því að ég er náttúrulega búin að vera að ráðleggja fólki í mörg ár að það fyrsta sem þú gerir eftir greininguna þína eða eftir að þú áttar þig á þessu einhverfur, það er að þú finnur fólkið þitt. En svo það er hálfur batinn einhvern veginn að finna félagskapinn sinn, finna ættamótið sitt og þá svona getur maður meira þrifist bara á eigin forsendum. Þannig að þessi hugleiðing er svolítið þessi að masking, við getum ekki bara hætt að maska, það er oft bara, það felst í því óöryggi að einhvern veginn ætla bara náttúrulega bara að vera ég sjálf bara einn og tala frá hjartanu alltaf og bara hætta öllum formálum og allt sem ég segi. Tala bara mónotón og sleppa öllum svipbrigðum og
ekki horfa í augun á fólki, en ég ætla samt að vera í sama umhverfinu og áður. Og það er óöruggt vegna þess að við erum að maska í því umhverfi vegna þess að við höfum komist að því að það er ekki óhætt að vera maður sjálfur. Þessi krafist að maður gera þessa hluti. Þannig að unmasking ferli eða svona fella þessar grímur eða stíga út úr þessum hlutverkum, það felur í raun og veru í sér þetta, maður þarf að stíga út úr þessum aðstæðum, maður þarf að stíga út úr þessum kannski hópum og maður þarf að búa sér til svolítið nýjan hring til að snúast í. Og þetta hljómar kannski svolítið harkalega að maður ætli bara svolítið að skipta út fólki í lífinu sínu, en það er náttúrulega það sem fólk gerir til dæmis þegar það fer í meðferð og þá er það ekki lengur með neyslufélögunum sínum vegna þess að það er óþægileg og hættulegt umhverfi og það er hættulegt fyrir okkur að vera að maska allan daginn allt árið kring. Við förum með orkun okkar, við förum í kulnun, við verðum veik og okkur líður illa. Þannig að sannarlega þurfum við að stíga út úr óheilbrigðu umhverfi sem er ekkert endilega óheilbrigt fyrir alla, heldur bara það er óheilbrigt fyrir okkar taugakerfi og raða í kringum okkur aðstæðum og félagslegum aðstæðum sem að umfaðma það hver við erum. Þetta er einmannalegt í fyrstu vegna þess að maður upplifir sig utangátta og ef maður hættir að spila leikinn í leikritinu þá hefur maður ekki hlutverk og maður hefur ekki pláss. Þannig að maður svona dregur sig út úr því og það er reyndar frekar einfalt ég veit ekki, það er miseinfalt að kynnast nýju einhverfu fólki eða skynsegin fólki sem og aðstæðum og umhverfi þar sem að maður getur verið svona frjálsari. Þannig að það getur alveg komið svona gloppa í lífinu þar sem er bara frekar einmannlegt að vera til, en það fellur kannski saman við, ef við erum að tala um seinkverfugreiningar, við greinumst seint á ævinni, þá fellur svo gloppa hvort sem er oft saman við veikindi eða atvinnumissi eða eitthvað annað sem verður til þess að við förum að leita okkur greiningar og grúska í því af hverju erum við svona eins og við erum. Þannig að, já, ég held að þetta sé nauðsynlegt og ég held að þetta sé leiðin til að hætta að leika hlutverk. Það er að komast í félagsskap og félagslegt umhverfi þar sem að má vera maður sjálfur. Það getur þurft að hætta í einhverju starfi, það getur þurft að flytja, það getur þurft að breyta hóp. En á endanum held ég að þetta sé málið og þess vegna tekur þetta tíma og þess vegna er þetta ekki eitthvað sem við getum sett bara sem kröfu á okkur sjálf, bara jæja, nú verð ég bara að fara að vera ég sjálf. Og þetta er svona dálítið óljóst ferli vegna þess að maður getur einhvern veginn ekki, þetta gerist ekki bara frá einu degi til annars. En svona vísbendingarnar að maður sé á réttri leið, þær eru þarna á leiðinni. Þær eru til dæmis þær að maður getur farið út á meðal fólks og ekki orðið örmagna. Mér fannst það alltaf stórkostlega undarlegt í raun að þegar ég var með einhverju hittinga einu sinni í mánuði, að þá var það 2 tíma samvera með ókunnugu fólki gjarnan sem að maður svona kynntist smám saman, en spjall með ekkert handrit, bara byrjar að tala og einhvern veginn þróast þetta. Hefði ég farið einhvern veginn bara í taugatípist umhverfi og hellt mér einhvern veginn inn í það, þá hefði ég komið heim örmagna. En ég kom oft bara heim bara hlaðinn og yfirleitt með alveg ótrúlega mikið á svona innblæstri, bara vá hvað þetta var smart sem þessi sagði, eða ég hafði ekki aldrei hugsað þetta svona eða hinsegin, og þannig maður svona meiri svona örvun heldur en að það væri verið að dreinera mann. Og þetta eru svona vísbendingar það að maður heldur ég er ekki þreytt og venjulega. Og leiðin kannski er þá sú að taka eftir þessu og
bara eins og þetta að gera matardagbók ef þú ert að gá að ónæmi, svolítið svona, ég er ekki að tala um að ég skrifa það niður, heldur bara svona veita því athygli og hugsa aðeins það, veitu, hvernig leið mér í þessari virkni sem ég fór í dag, hvernig gekk nú þetta eða hitt, þetta afmæli eða þetta kaffiboð eða þessi viðburður, og hlusta á líkamann sinn með það hvort að maður er úrvinda eða bara eins eða jafnvel hress eftir. Þannig að já, löng saga það sem er náttúrulega augljóst að masking eins og flestir aðrir þættir í varnarviðbrögðum einhverra, þau fjalla ekki að við eigum að breyta okkur, heldur að við eigum að breyta umhverfinu, og við erum ekki tré, við erum ekki rótföst, við getum hreyft okkur, og það felst í því mikil afslöpun og frelsi þegar maður rambar á réttan hóp og rétta tilveru. Hvað segir það?